stundum nauðsynlegt að búa til einn hlut úr tveimur eða fleirum. Þetta eru nokkuð margar aðgerðir í Inkscape en þær eru auðlærðar. Ég byrja á því að smella hér á kassan á tækjastykunni til þess að teikna upp kassa. Teikna hann hér upp með að halda niður í vinstri múshandtaka og draga niður. Hér má sjá að kassin er með rauðri útlínu og dökkrauðri fyllingu og málið er það að Inkscape notast alltaf við síðustu stillingu sem var sett og vil ég nú ekki hafa neina fyllingu, þá er ekkert mál fyrir mig að fara hérna niður í fill og smetla á none. Við þessa aðgerð þá opnaðist líka verkfæragluginn hérna hægra megin og ég loka honum svo hann trufli ekki. Nú, ég smetli hérna á svörtu örnina til að virkja kassan og þá er hægt að sjá að örvarnar birtast, 8 örvar og næst ætla ég að stilla stærðin á kassanum. Ég breyti mælieiningunni úr pixlum í sentimetra og ég segi að víddin á að vera 7 og hæðin á að vera 15. Víddin 7 cm, hæðin 15 cm. Og þá getur ég sem dregið kassan til og staðsetta hann á teiknisvæðinu þar sem ég vil hafa hann. Nú ég smetli aftur á boxið til að teikna annan kassa, set hann bara hér, skiptir í raun og veru ekki öllu máli hvar hann er staðsettur og ég set stærðina á honum, víddin á að, smetli á svörtuörina, víddin á að vera 14 cm og hæðin á að vera 3. Víddi hér á enter til að staðfesta það. Nú þá er komið að því að færa kassana og þá er ég með örina hérna að valda og ég staðsett þennan kassa svona nokkurn veginn ofan á. Ég get haldið niður kontrolltakkanum og skrúnað svona inn til að passa að staðsetningin sé alveg rétt. Nú þá er næst að tryggja að kassarnir sé akkurat miðjaðir. Og þá er einfalt fyrir mig að fara á virkja báða kassana til að mynda með að draga bara valstiku yfir. Fara yfir í Object og velja Align and Distribute. Og þar í glugganum sem birtist þarf ég að smetla á þennan valkost hér. Center on Vertical Axis heitir hann. Og athugaðu, ég var búinn að velja báða kassana þannig að nú smetli ég og nú er það akkurat miðjaðir. Til þess að sameina þá, af því að þetta er ennþá 2 hlutir, þá fyrir ég hér í Path og vel skipunina í Union. Og sameinar báða kassana þannig að nú sit ég eftir með 1 hlut. Og þetta hefði getað verið 3 hlutir eða 4 hlutir og það er oft þegar maður er að vinna í Inkscape að maður nota þessar skipanir til þess að sameina, búa til flókin hlut með að sameina marga einfalda.